Samningafundur verður í kjaradeilu kennara og viðsemjenda þeirra á morgun. Móðir 5 ára einhverfs drengs sem að brotið hafi verið á honum með 5 vikna verkfalli fyrir jól og nú blasir við nýtt verkfall á mánudag. 30 hið minnsta létust þegar þau tróðust undir mannfjölda á stærstu trúarhátíð Indlands í morgun og tugir til viðbótar slösuðust. 400 milljónir sækja hátíðina. Fjöldi barna í meðferð vegna átröskunar á barna- og unglingageðdeild Landspítalans hefur tvöfaldast á síðustu 2 árum. Teymisstjóri segir veikindin alvarlegri og börnin yngri. Vextir lækka og verðbólga hjaðnar á þessu ári samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Samtök atvinnulífsins vilja selja ríkiseignir til að borga niður skuldir. Jólaskreytingar sem fylla heila 56 kassa fá að vera uppi fram í mars á ævintýralegu heimili í Mosfellsbæ. Ljósaseríurnar færa húsáðanda bæði birtu og gleði. Komiði sæl. Kennarar og viðsemjendur hittast á samningafundi á morgun. Móðir einhvers drengs uggandi yfir komandi verkfalli. Síðast hafi undanþágunefnd hafnað undanþágu frá verkfalli því það væri ekki neyðarástand. En drengnum fór mikið aftur. Ríkissáttasemjari hefur ekki boðað til samningafundar í meira en viku. Eftir síðasta fund á miðvikudaginn var taldi hann ekki ástæðu til að boða til fundar. Samtöl viðsemjenda og sáttasemjara síðan þá virðast hafa skilað einhverjum árangri því samningafundur hefur verið boðaður eftir hádegi á morgun, síðasta virkadag fyrir verkföll í 21 skóla sem hefjast á mánudag. Aðalmeðferð í málsókn hóps foreldra barna í 4 leikskólum gegn Kennarasambandinu fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur síðdegis. Foreldrarnir telja verkfallsaðgerðirnar ganga gegn lögbundnum réttindum barna. Málið fær flýtimeðferð í Héraðsdómi. Þótt verkfall hafa áhrif á öll börn má ætla að neikvæðustu áhrifin sé á fötluð börn. Hann Helgi Þór 5 ára nemandi í leikskóla Seltjarnarnes. Hann með einhverfu og fór ekki varhluta af 5 vikna verkfalli sem var fyrir jól í leikskólanum. Þegar fór síðan seinni hlutan þá leið barninu bara mjög illa. Það voru miklar afturfarir sem hafa ekki komið tilbaka þótt það sé 2 mánuðir liðnir. Og hann var farin að mála veggi í stofunni með eigin saur sem hann hefur aldrei áður gert, þannig mikil vanlíðan alveg greinilega. Þjónustan sem Helgi Þór fær í leikskólanum frábær, segir Ásdís. Hann fær stuðning 8 tíma á dag, fer oft á dag í þjálfun, meðal annars í málörfun og félagsþroska. Nokkur samtök sem bera hag fatlaðra barna fyrir brjósti hvetja undanþágunefnd til að taka tillit til barnanna og veita undanþágu frá verkfallsaðgerðum. Þá skoraði á sveitarfélögin að uppfylla lagalegar skyldu sínar gagnvart fötluðum börnum að rjúfa ekki þjónustu við þau. Ég hef talað við sveitarfélagið oft og það líður öllum illa með að þetta sé svona. Í síðasta verkfalli þá töldu þau að hefði ekki rétt á veitunum neinu þjónustu fyrir klukkan 4 því það væri verkfallsbrot. Þannig að þá var í rauninni staðinn brotið á honum. Ég vil líka taka það fram í stig kennara alveg 100% og þau þurfa að fá góð kjör en maður þarf líka að finna lausn fyrir svona fötluð börn líka. Leikskólinn sótti undanþágu síðast hjá undanþágunefndinni fyrir 3 fötluð börn sem þar eru. Henni var hafnað. Og ég gat ekki séð að fólki sem væri í þeirri nefnd væri einhverjir sérfræðingar í fötlun beint og þau virtu setja út á það að þetta væri ekki neyðarástand og þá spyr ég mig hvað neyðarástand af því að þetta var allavega honum leið mjög illa. Og miklar afturfarir hversu alvarlegt þarf ástandi að vera til að teljast neyðarástand. Minnst 30 létust og tugir slösuðust á trúarhátíð á Indlandi í morgun. Fólkið tróðust undir þegar vegatálmar brustu. Flest þeirra sem tróðust undir voru sofandi þegar vegatálmar lögreglu brustu. Fljótlega greip sig mikil skelfing og ringulreið. Sjónarvottar segja ekki hafa verið mögulegt að forða sér. Tróðningurinn hafi verið allt kring. Kumbh Mela hátíðin eins og heilagasta í hindu og sið. Hápunkturinn þegar gestir baða sig á mótum hinna helgu fljóta, Yamuna, Ganges og Saraswati. Hið síðastnefnda reyndar góðsagnakent fljót sem talið hafa þornað upp fyrir 1000 ára.
Forsætisráðherra Indlands vottaði ástvinum þeirra sem létust samúð. मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है Gert var ráð fyrir 400 milljónum gesta í ár yfir 6 vikna tímabil og yfirvöld hafa átt í erfiðleikum með að stjórna fjöldanum. En þrátt fyrir harmleikin í morgun hafa tugir þúsunda haldið sínu striki í dag. Fimmfalt fleiri drengir eru í meðferð á barna- og unglingageðdeild Landspítalans vegna átröskunar nú en fyrir 2 árum. Teymistjóri átröskunarteymis segir börnin yngri þegar þau veikjast og tilfellin alvarlegri. Tvöfalt fleiri börn eru í meðferð á barna- og unglingageðdeild Landspítalans vegna átröskunar miðað við árið 2022. Fyrir 2 árum hófu 19 börn meðferð en í fyrra voru þau 39. Teymistjóri átröskunarteymis segir að tilvísunum í meðferð hafi fjölgað mikið. Biðlistar hafi styst verulega en nú sé meðal biðtíminn að hámarki 4 vikur. Þrátt fyrir það sé staðan þyngri en áður og málin erfiðari. Við höfum jú tekið eftir því að það er þau eru að veikjast yngri og jafnvel hraðar. Það er mikið þyngdartap til dæmis á stuttum tíma og það þarf að bregðast hratt við því. Yngstu skjólstæðingarnir hafi hingað til verið á aldrinum 13 til 14 ára. Nú séu börnin allt niður í 10 ára. 40 börn og ungmenni er í meðferð hverju sinni og Karin segir stúlkur í miklu meirihluta. Undanfarið hafi drengjum þó fjölgað. Áður var kannski á tímabili alltaf 1 í teyminu, en núna eru þeir kannski alveg allt upp í 5. Karin segir ástæður átröskunar margþættar og flóknar hjá báðum kynjum. Vandi drengja sé oft annars eðlis, áhersla á mikla hreyfingu og stærri vöðva. Það er alveg stór partur af hópnum okkar sem eru íþróttakrakkar og margir þeim svona afreks alveg standa hátt í sinni grein. Og íþróttum per se kannski ekkert endilega vandamálið, heldur kannski líka bara sjálfsmynd og þessi stöðuga pressa á sjálfan sig að standa sig og gera ekki mistök og vera bestur í hlutunum. Karin segir mikilvægt að foreldrar, íþróttarhreyfingin og fagfólk sem vinni með börnum sé vakandi fyrir hröðum breytingum á vaxtarlagi og þyngd þeirra og jafnvel hegðun og ræði við þau. Átröskun sé alvarlegur sjúkdómur sem sé hættulegur sé ekki gripið inn í. Og getur auðvitað leitt til alvarlegra líkamlegra kvilla og jafnvel andláts ef ekkert er gert. En sem betur fyrir sjáum nú yfirleitt að það er hægt að stoppa og snúa við vandanum þó börn sé orðið mjög illa stödd og þá er hægt að hjálpa. Gert er ráð fyrir hægt lækkandi stýrivöxtum og auknum hagvexti á þessu ári í þjóðhagsspá Íslandsbanka sem birt var í dag. Bankinn telur að verðbólga haldi áfram að hjaðna út árið. Erlendum ferðamönnum fjölgi þó vöxturinn verði minni en undanfarin ár. Spáð auknu jafnvægi á fasteignamarkaði og vaxandi kaupmætti. Fram kemur í spánni að verulega hafi dregið úr svartsýni almennings varðandi þróun efnahagsmála og það gæti leitt til aukinnar einkaneyslu. Og eru bjartari tímar framundan í íslensku efnahagslífi? Ég held að það sé ágætt líkur á því. Við erum núna við upphaf á nýrri hagsveiflu eftir það sem var trúlega frekar milt samdráttarár í fyrra og þó að vöxturinn svona fari hægt og rólega á stað þá eru ágætis undirstöðu fyrir það að nái meira skriði. Staða heimila og fyrirtækja er heilt yfir nokkuð góð. Við erum að gera ráð fyrir að vaxtastigi fari hægt og rólega lækkandi í kjölfarið á hjarnandi verðbólgu. Og við erum með vaxtabrodda í útflutningsgeiranum sem að virðast tilbúni til þess að taka svolítið keflið af til dæmis ferðaþjónustunni að knýja áfram vöxt í útflutningi sem svo aftur hjálpar okkur að ná jafnvægi og utanríkisviðskiptum og kalla frá stöðugleika í krónunni. Íslandsbanki spáir 2,2% hagvexti á þessu ári eftir 0,5% samdrátt í fyrra. Verðbólgan haldi áfram að hjaðna og fari úr 4,8% niður í 3,6% að jafnaði. Seðlabankinn kynnir vaxtaákvörðun í næstu viku. Stýrivextir eru nú 8,5% en gert er ráð fyrir að þeir verði komnir niður í 6,5% í lok þessa árs samkvæmt spá Íslandsbanka. Á heildina litið eigum við vona á 2% lækkun stýrivaxta yfir árið. Hvernig það dreifist á þessa 6 vaxtaákvörðunardaga sem eru fyrirhugaðir þessu ári verður svolítið að ráðast af því hvernig
takturinn í efnahagslífinu og verðbólguhjöðnuninni verður frá einum tíma til annars. En ég held að vextir verði líklega lækkaðir á þeim öllum, ýmist fjórðungsprósent eða hálfa og á þessum fjórðungi núna eru 2 vaxtaákvarðanir á dag með stuttu millibili og ég á von á því að vextir verði lækkaðir á þeim báðum, að minnsta kosti 4% af hvorum. Laun eru of stór útgjaldaliður í rekstri ríkisins að mati framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins sem leggur til breytt umhverfi í kjarasamningsgerð. Þá vilja samtökin að ríkið selji Landsbankann, Íslandsbanka og ÁTVR. Sala ríkiseigna ofarlega á blaði í hagræðingartillögum Samtaka atvinnulífsins sem ríkisstjórnin kallaði eftir og birtar voru í dag. Þar lagt til að sala á Íslandsbanka verði kláruð og að ríkið selji Landsbankann, ÁTVR, Íslandspóst og ýmsar fasteignir. Mögulegt söluandvirði sé að lágmarki tæpir 400 milljarðar. Til þess að losa í rauninni eignir á efnahagsreikningum ríkissjóðs sem í rauninni óþarfi að eiga, greiða niður skuldir og lækka þar með vaxtagjöld ríkissjóðs 10 milljarða á ári. Einnig lagt til að losa eignarhluta í Isavia, í Landsvirkjun og í RÚV. Það í rauninni kannski tómt mál að tala hagræðingu í ríkisrekstri án þess að þetta fjalla alveg sérstaklega launaliðin. Vegna þess að laun og líka útgjöld til almannatrygginga eða framlög til almannatrygginga sem ríkisstjórn ætlar núna að tengja við launavísitölu, þetta hátt í helmingurinn af ríkisútgjöldunum. Þá séu réttindi opinbera starfsmanna mun ríkari en annarra, vinnuvikan geti verið styttri, orlof lengra og veikindaréttur meiri. Það þurfi að telja til launakostnaðar. Við erum að leggja það til að ríkið horfi til Svíþjóðar og það verði til dæmis leitt í lög hér á Íslandi að hlutverk ríkissáttasemjara verði meðal annars að stuðla að efnahagslegum stöðugleika og honum beri þess vegna að fylgja eftir þeirri launastefnu sem í rauninni mörkuð í almennum kjarasamningum á vinnumarkaði. Tillögurnar beinist meðal annars að kjaradeilu kennara. Kennarar gegna mjög mikilvægu hlutverki. Ég held hins vegar að það sé mjög lítil samúð með verkfallsaðgerðum af hálfu kennara. Einfaldlega vegna þess að það er búið að semja á meiri hluta almenna vinnumarkaðsins. Það líka var mjög furðuleg framkvæmd á þessum verkfallum sem þeir fóru í núna fyrir áramót og það bara voða lítil stemming fyrir samningum sem í rauninni eru þá verðbólgu hvetjandi og auka líkur á því að það drægi úr þessu vaxtalækkunarferli sem hafið. 85% grænlendinga eru andsnúin að verða hluti af Bandaríkjunum. Þetta kemur fram í könnun sem gerð var fyrir danska blaðið Berlingske og grænlenska blaðið Stjermistjak. 6% voru fylgjandi því og 9% voru óákveðin. Grænlendingar hafa ekki verið spurðir af þessu áður. Sérfræðingar segja þessa niðurstöðu sína skýrt að grænlendingar vilji ekki vera Bandaríkjamenn en Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fullyrti helgina að grænlendingar vildu fá bandaríska stjórn. Þá hafa dönsk stjórnvöld fagnað þessari niðurstöðu. Det jo et klart budskab fra den grønlandske befolkning, ikke mindst i forhold til opbakning til rigsfællesskabet og det samarbejde, vi jo har. Jeg har jo selv her for kort tid siden, for nogle få dage siden, lavet en ny aftale omkring Arktis, hvor jeg har haft et meget, meget godt og fortroligt samarbejde med den grønlandske regering, Vivian Motzfeldt. Så det her, synes jeg jo, er et udtryk for, at der er en stor opbakning til rigsfællesskabet. Jeg har ikke brug for at sende noget til Donald Trump, men det er jo et klart budskab fra den grønlandske befolkning om, hvordan de ser på hele den diskussion, der har været. Ríkisstjórn Noregs stendur tæpt vegna ágreinings innleiðingu ákvæða í orkutilskipun Evrópusambandsins, svokölluðum 4. orkupakka. Verkamannaflokkurinn undir stjórn forsætisráðherrans Jónasar Gahr Störe vill innleiða 3 ákvæði tilskipunarinnar en samstarfsflokkur hans, Miðflokkurinn, á móti. Hann vil að slitum á samstarfinu haldi verkamannaflokkurinn þessu til streitu. Þingflokkar beggja flokka funduðu í dag og lýstu báðir yfir stuðningi við leiðtoga sinn í málunum. Því enn óvissa hvort samstarfið heldur áfram en kosið verður í Noregi í september. Senterpartiet er ganske tydelig i kraftpolitikken, at vi ikke ønsker å innføre de tre direktivene. Det er vi helt tydelige på. Og så har vi stor respekt for at Arbeiderpartiet får ta sine vurderinger, men de vet hvor vi står, og så får de ta sine valg. Alle tre har støtte fra Arbeiderpartiet at vi bør ta det inn i EØS-avtalen. Og for det tredje så er det en sterk støtte til at regjeringssamarbeidet med Senterpartiet fortsetter. Jeg er egentlig den fremste eksponenten for det. Jeg har styrt i 3,5 år på en god og tillitsfull måte og håndtert vanskelige saker, og det ønsker vi skal fortsette.
Íslensku bókmenntaverðlaun verða veitt í kvöld og útsending frá afhendingunni hefst hér á RÚV strax að loknu Kastljósi. Guðrún Sóley Gestsdóttir stödd á Bessastöðum þar sem rithöfundar streyma að, ekki svo Guðrún Sóley? Jú, svo sannarlega hingað streyma allar ljóðrænustu sálir þessa lands til að uppskera eftir langan og dimman vetur. Eða kannski mitt í honum, en svona verðlaun eru hugsanlega smá ljóstýra inn í allt myrkrið. Eða hvað, Heiðar Ingi Svansson, formaður félags íslenskra bókaútgefenda? Jú, sannarlega, nú fer að birta til og þetta svona einn af þeim við getum kallað þetta svona snemm vorbóða. Þetta auðvitað merkistagur og þessi verðlaun náttúrulega hafa undanfarin ár, þetta í 37. skipti sem þau eru veitt, skipa náttúrulega veglegan sess í menningarlífi okkar og nú fer að birta. Þú verið í virku samtali við dómnefndir, var þetta sérlega mikill hausverkur í ár? Dómnefndarstörfin náttúrulega eru trúnaðarmál að sjálfsögðu, en ég öfunda ekki dómnefndina, hvorki ár né fyrri ár að komast að niðurstöðu, þannig að nóg úr að velja. En sem betur fer, niðurstaðan komin og hún verður kunngerð hér eftir, þannig að við bara bíðum spennt eftir því að það verður kunngjart eftir hverju hljóta blóðdropann og íslensku bókmenntaverðlaun. Ég tefði ekki lengur frá hátíðahöldunum og ég hveiti ykkur sem heima sitja auðvitað til að fylgjast með þessu öllu saman. Bókmenntaverðlaun verða krydduð með tónlist Unu Torfas og þarna verður eitthvað fyrir öll. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley Gestsdóttir í beinni útsendingu á Bessastöðum. Við fylgjumst að sjálfsögðu á eftir með beinni útsendingu á RÚV. En þá að allt öðru. Jólin fá að lifa lengur á ævintýralegu heimili í Mosfellsbæ og jafnvel alveg fram í mars, en það mikil vinna að koma skreytingunum upp því þær fylla heila 56 kassa. Það ævintýri líkast að koma heim til Láruhöllu Mokk í Mosfellsbæ sem tekur skellihlæjandi á mót okkur. Heimilið skreytt hátt og lágt og stærðarinnar jólatré stendur á miðju stofugólfinu. Ég byrja svona í miðjan nóvember og að 2-3 vikur, svo jólatréð yfirleitt fyrstu vikuna í desember og þannig að þetta eru sko 56 kassar, það tekur svolítið tíma. En hvenær tekur jólin alveg niður? Ég svolítið eftir veðri ef það var dimmt, þá ég ekkert að taka það niður strax sko. En svo orðið ansi bjart oft í mars og þá tími komið til að taka það niður. Lára nýtur þess að gera fallegt í kringum sig og föndrar mikið sjálf. Já, það fallegasta eru snjóflyksurnar sem ég klippi sjálf út úr vélritunarpappír og hér eru litlar á jólatrénu og svo eru stórar þarna uppi. Og svo eru bara fullt af seríum og 50 ára gamalt jólaskraut. Það elsta svona álíka gamalt og ég, 76. Það eru þessar stjörnur hér sem Lára gerði sem barn og glitra í ljósadýrðinni og hvert einasta rými skreytt. Og hér eru kannski skreytingar sem að lifa mögulega. Hér allt árið, það alltaf svona. Það aðeins, það smá jólaskraut, það ekki mikið, en það yfirleitt bara alltaf þessar seríur. Hún segir þetta færa sér mikla gleði. Guð minn almáttugur, já. Það eru stofuplönturnar eru alveg hreint dásamlegar, ég elska þær, ég hef alltaf elskað þær. Lára starfaði áður sem læknis, en hætt að vinna. Núna þá get ég bara gert það sem ég vil, og þá bara ef það vinna, þá það bara allt í lagi. Það bara ljómandi. Bara gera ekki til. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, það verður ekki jólahandir sem svífur yfir vötnum í kvöld. Það eru utanríkis- og öryggismál sem við að fjalla um. Donald Trump hefur talað mjög ákaft að ná yfirráðum yfir Grænlandi og það greinilegt að leiðtogar Norðurlanda þeim stendur ekki alveg á sama þetta mál. Við ætlum að ræða þetta við Þorgerður Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra þróun mála og svo eru þetta mál innanlands sem þarf að ræða líka. Svo ætlum við að kíkja á skíðasvæðið í Skálafelli. Það lokað annað árið í röð og það hefur verið smá dráttur á framkvæmdum og Urður Örlygsdóttir ætlar að renna sér yfir það. Takk fyrir það, Bergsteinn, við missum ekki af Kastljósi frekar en endra næri og við ætlum að líta núna til veðurs. Það eru veðurfréttirnar sem allir bíða eftir. Það verður umhleyfingasamt hjá okkur næstu daga eftir fallega vetrarkyrrð. Í fyrramálið gengur í suðaustan hvassviðri eða storm með slyddu eða snjókomu, rigningu við sjávarsíðuna og það hlýnar nokkuð. Gular viðvaranir taka gildi.
Það verður hægari vindur og þurrt að kalla landið norðaustanvert. En einnig má ekki athygli á að mikil hálka getur myndast á vegum úti á morgun og því eru ökumenn hvattir til að aka eftir aðstæðum og lesa vel veðurfréttirnar. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Eftir leiki gærkvöldsins ljóst að Frakkland og Króatía mætast í fyrri undanúrslitum á heimsmeistaramótinu í handbolta á morgun. Í kvöld hins vegar barist hvaða lið mætast í seinni undanúrslitaleik mótsins. Segja má að skautaparið Júlía Silvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza hafi brotið ísinn í sögu listskauta á Íslandi í dag þegar þau kepptu á Evrópumótinu í Tallinn. Og sögulega margir leikir verða í meistardeild Evrópu í kvöld. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og áður en við kveðjum ykkur á fréttastofunni þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Samningafundur verður í kjaradeilu kennara og viðsemjenda þeirra á morgun. Móðir 5 ára einhverfs drengs segir að brotið hafi verið á honum með 5 vikna verkfalli fyrir jól og nú blasir við nýtt verkfall á mánudag. 30 hið minnsta létust þegar þau tróðust undir mannfjölda á stærstu trúarhátíð Indlands í morgun og tugir til viðbótar slösuðust. 400 milljónir sækja hátíðina. Fjöldi barna í meðferð vegna átröskunar á barna- og unglingageðdeild Landspítalans hefur tvöfaldast á síðustu 2 árum. Teymistjóri segir veikindin alvarlegri og börnin yngri. Vextir lækka og verðbólga hjaðnar á þessu ári, samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Samtök atvinnulífsins vilja selja ríkiseignir til að borga niður skuldir. Jólaskreytingar sem fylla heila 56 kassa fá að vera uppi fram í mars á ævintýralegu heimili í Mosfellsbæ. Ljósaseríurnar færa húsáðanda bæði birtu og gleði. Þessum fréttatíma að ljúka. Nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi og síðan bein útsending frá afhendingu íslensku bókmenntaverðlaunanna klukkan 20:05 í beinni útsendingu þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands afhendi verðlaunin á Bessastöðum. Nú nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Íslensku bókmenntaverðlaunin, bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, afhendir Íslensku bókmenntaverðlaunin. Það snýst það, þú sett að horfa á einhverja sögu og sviði, þá sagan alltaf þig og samfélagið sem þú býrð í. Sviðið íslensk þáttaröð þar sem Jóhann Kristófer Stefánsson kynnir sér fjörlega og fjölbreytta flóru íslenskra sviðslista. Hugarró á 6 dögum, danskir heimildaþættir. 6 ungmenni sem þjást af streitu taka þátt í tilraun þar sem þau slökkva á símónum sínum og flytjast út í skóg. Sekúndur. Í smábæ í Finnlandi fer lest út af sporinu og veldur